Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það búið að vera miklar erjur, mikil læti og hamagangur í hestamennskunni. En við skulum vona að það sé frá þessum degi hér í dag sem að þetta skellur allt í samt lag og allir verða sáttir eða tiltölulega sáttir og það er búið að ákveða landsmót 2016, það verður á Hólum í Hjaltadal, það er búið að ákveða landsmót 2018 og það verður í Víðidal hjá hestamannafélaginu Fák og ég kom með Jónínu og Stefán og bara ég ætla að byrja að segja bara til hamingju. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég er nú með svona nokkra spurningar sem að brenna á hjarta mínu. Skipulag fyrir til dæmis Hóla í Hjaltadal. Er svæðið orðið skipulagt í dag? Það er verið að skipuleggja. Það er verið að skipuleggja? Já. Og hesthúspláss, hvað eru þau mörg? Þau eru trúlega bara kringum 230. 230 pláss? Já. Hvað verður þá þau hross sem ekki fá pláss? Hvað gerum við þau? Ég treysti á stóru hesthúsina í kring. Að við fáum að nota þau. Það er svolítið að plássum þar? Já, það er alveg gríðarlega mikið pláss þarna í stórum hesthúsum kringum okkur. Þarna er stutt frá Hólum. Hvernig er búið að tryggja fjárhag þessa landsmót? Varðandi þá hvaða þætti? Já, til dæmis eins og framkvæmdur á svæðinu, velli og vandalega aðstöðu einhverja. Ég meina við erum að skrifa hér undir viljayfirlýsingu að fara í þetta landsmót 2016 og það er náttúrulega alveg, við værum ekki að gera það öðru sem við treystum okkur til þess að fara í verkefni og þetta verður bara í lagi. Þetta verður bara í lagi? Við erum bara að segja að þetta verður bara í lagi og við munum klára þetta verkefni. En það er ekki búið að tryggja að fjármagn sé klárt fyrir framkvæmdum? Sko, ég meina við erum ekki búin nákvæmlega niður reikna okkur á hvað framkvæmdirnar kosta. Það er hins vegar ljóst að það er mikið af mannvirkjum sem eru til staðar, það eru 3 reiðhallir og eins og Jónína fór yfir, það er töluvert af hesthúsplássi þarna fyrir og það er einhver vinna sem á eftir að fara í gang, það er einhver varðandi velli og annað og við erum að vinna í því bara á þessari stundu að reikna okkur niður og hvað þetta mun kosta þessar framkvæmdir og við förum bara í það og gerum þetta með glæsibrag. Að vanda eins og hestamenn gera. Að sjálfsögðu. Er eins og gistiaðstaða fyrir fólk, bæði gesti og knapa og annað. Vitið þið hvað eru mörg gistirými í Skagafirði yfir höfuð? Ég er nú svo sem ekki með það alveg á hreinu en þau eru nú gríðarlega mikið bæst í bara síðan frá síðasta landsmóti. Það er nú bæði komið sveitahótel ekkert langt frá og svo er þó mikið gistirými á Hólum. Og svo náttúrulega verður tjaldstæði bara venju eins og hefur verið á svo mótum. Það er nú alltaf mesta stemmingin á tjaldstæðanum eins og kannski veist. Já, það er allavega gamli tíminn segið það að sveitaromantikinn hún gerðist á tjaldsvæðinu. Já, ég meina það er sko varðandi gistirýmin, ég meina það er náttúrulega þannig við erum ekki að fara að byggja hótel á Hólum fyrir landsmót. En það er nægt gistirými og það er meira gistirými á Hólum heldur en var til dæmis bara á Vindheimamelum. Það er ákveðið rými sem skólinn hefur verið að nota sem er mögulega hægt að nýta fyrir landsmót en ég meina þetta er náttúrulega bara verður eins og við höfum haft þetta undanfaran ára á landsbyggðinni, það verða tjaldstæðin þarna og þau verða mjög vel útbúin og ég hef engar áhyggjur af því að fólk get ekki gist. En hvað segið þið með það sem að heyrist nú í þeim röddum sem eru á móti landsmóti, bæði sem þeir vilja bara hafa þetta í Reykjavík og tala það að þetta sé bara gamall tími að halda þetta á stað út á landi. Hvað finnst ykkur það? Bara svona prívat og persónuleg skoðun kannski frá ykkur? Já, mér finnst það ekki réttlátt skoðun í rauninni, mín skoðun er önnur. Svo með hann aðrir að halda sinni skoðun fram en landsmót er náttúrulega landsmót og fyrir allt landið, ekki bara fyrir þéttbýli og ég held að náist alltaf bara meiri stemming að sé verið að skipta svona svolítið á milli staða og við getum þá að sé hvernig finnst okkur að vera í þéttbýli og svo hvernig finnst okkur að vera svona út á landsbyggðinni. Ég held að sé gott að skipta þessu. Ég held að þetta sé bara fínt að hafa þetta á báðum stöðum. Er þetta ekki gamli tíminn að kuldrast í A-tjaldi á landsmóti, sveittur og kaldur? Við vorum að skrifa undir viljayfirlýsingu að halda landsmót á Hólum í Hjaltadal. Þannig að það lítur að vera vilji hestamanna að hafa þetta þar. Þannig að... Já, ekki allra, það er alveg nokkulega, hvort sem það ber mína skoðun eða þína, skilur? Ég get ekki, auðvitað eru skiptaskoðanir þetta og auðvitað verða alltaf skiptaskoðanir þetta. Ég get ekkert raun og veru menn með að hafa sína skoðun á þessu. Ég veit að það er einhverjir sem vilja hafa þetta bara hér í Reykjavík. Sumir vilja hafa þetta alls ekki í Reykjavík.
og ekki menn að ná einhverju lendingu með það að skrifa hér undir landsmót á Hólum 2016 og Reykjavík 2018. Gætu verið bara sammenningar tákn fyrir hestamennsku? Þetta ekki gullni meðalvegur? Gæti verið. Ég held það. Bara til hamingju, gangi ykkur gríðarlega vel og við sjáumst í Skagafirði á Hólum í Hjaltadal 2016. Já, þakka Takk fyrir það. Takk fyrir kærlega. Velkomin. Velkomin. Takk.